Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 20. september. Hver stórfréttin rekur aðra þessa dagana, bæði hér af heimavelli en einnig í alþjóðasamfélaginu. Vikan byrjaði með hvelli þegar í ljós kom að ríkisstjórnin var í raun alveg við það að springa út af yfirvofandi brottflutningi ungs drengs frá Palestínu sem nefnist Yassam Tamimi. Hann átti að flytja til Madrídar með morgunflugi en ekkert varð af því í kjölfar þess að formaður VG vakti formann Sjálfstæðisflokksins upp miðjanótt sem aftur vakti dómsmálaráðherrann Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hún aftur kallaði lögregluaðgerð sem að þá stóð yfir á Keflavíkurflugvelli í tengslum við brottflutninginn og úrskurð þess efnis. Við vitum ekki alveg hvernig þetta mál mun þróast á næstu dögum og vikum en við vitum þó allavega að á morgun rennur út fresturinn til þess að vísa drengnum til Madrídar. Því má gera ráð fyrir því úr þessu að hann fái efnislega meðferð í sínu máli og við munum fylgjast náið með því eins og öðrum þáttum sem að snúa að ríkisstjórnarsamstarfinu. Við ætlum að fá þau Jón Gunnarsson alþingismann fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir dómsmálaráðherra og Ingu Sæland sem formaður Flokks fólksins til þess að koma hér og fara yfir stöðuna og meta það hvort að stjórnin standi styrkum fótum eða hvort hún sé á feysknum grunni. Í kjölfar þess munum við svo fá Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins hingað til mín. Við erum í raun að hleypa kosningabaráttuna á Stokkhólmi með því viðtali. Ég ætla að fara yfir það með honum, hvað hann hyggist gera, fái hann umboð kjósenda til að leiða landið næstu árin. En það eru fleiri mál. Við höfum haft fréttir af hræðilegum atburðum síðustu vikurnar. Nú síðast var 10 ára stúlka myrt að því virðist með hrottalegum hætti og hún fannst utan bæjarmarkana. Lögreglan verst frétta það hvað gerðist en faðir hennar situr í gæsluvarðhaldi vegna þessa voða atburðar. Hver stórfréttin af þessu tagi hefur rekið aðra hér á landi síðustu mánuði og það merkilega að í þessum málum eru það oft þeir einstaklingar sem veikustum fæti standa í samfélaginu sem eigi hlut, eldri hjón á Norðfirði og 2 ungar stúlkur líka í Valnum. Þetta eru mál sem að þeir virðist tengjast oft fíkniefnaneyslu og undirheimunum og við hljótum að spyrja okkur hvert íslenskt samfélag er að stefna þegar að svona fréttir berast til okkar dag eftir dag, viku eftir viku. En forstjóri Landsnets hefur lýst því yfir að orkuskortur sé ekki lengur yfirvofandi. Hann er einfaldlega staðreynd og hann bendir á að það sé fátt sem við getum gert í þessu næstu árin. Við höfum haldið svo ólögulega á okkar málum varðandi nýframkvæmdir í orkugeiranum. Það er vonandi að menn spýti lófana og komi þessu til betri vegar því að annars mun það koma alvarlega niður á efnahagslífinu og lífsgæðum almennings á Íslandi. En það er ekki bara neikvæðar fréttir úr íslensku efnahagslífi. Hér á forsíðu Moggans í morgun erum við með mjög merkilega frétt frá Bolungarvík. Fyrirtækið Drimla er að keyra í gegnum stöðuna hjá sér 100 tonn af eldislaxi á hverjum degi og það tekur 8 tíma. Á 9 tíma vakt hefur fyrirtækinu tekist að framleiða 125 tonn. Mér telst til ef ég kann að reikna að verðmætin af þessari framleiðslu nemi þá 100 milljónum á hverjum einasta degi. Það munar minna fyrir lítið samfélag eins og okkar og vonandi að þessi framleiðsla gangi vel og að þeir ná að halda upp í þeim gæðum á framleiðslunni sem að raun ber vitni þessa dagana. Við óskum þeim góðs gengis í þeim efnum. Við munum ræða efnahagslífið, pólitíkina hér rétt á eftir með Ingu Sæland og Jóni Gunnarsinni en áður en að því kemur munum við sjá innslag frá Hermanni Nökkva Gunnarsinni, blaðamanni hér á Morgunblaðinu sem var núna vikulega á vettvangi spursmála fer yfir stöðuna í bandarísku stjórnmálunum þar sem allt er á suðupunkti. Fylgist þið með. Komið þið sæl, við ætlum að byrja þessa umfjöllun vestanhafs á stóru fréttinni sem eru þetta enn eitt banatilræði við Donald Trump. Atvikið gerðist síðasta sunnudag að var að spila golf á golfvellinu sínum í West Palm Beach í Flóridaríki. Þannig voru mál með vexti að tilræðismaðurinn beið í runna í 12 klukkutíma að bíða eftir því hann á skotlínu á Donald Trump sem lukkulega gerðist aldrei. Starfsmaður í öryggissveit Donald Trump sem labbaði aðeins á undan honum tók eftir því að veri byssa að koma út úr girðingunni, hleypti nokkrum skotum af á hann og maðurinn flúði af vettvangi og var handtekinn þegar var komin í það bil 60 km fjarlægð frá golfvellinum. Maðurinn, Wesley Ruth, er greinilega með mikla óbeit á Trump og það er ekki bara út af banatilræðinu, það er auðvitað samfélagsmiðlafærsluna svo bók sem hann skrifaði þar sem hann hvatti klerkastjórnin í Íran til þess að ráða Trump á dögum. Hann tók einnig undir þann málflutning að Donald Trump væri verulega ógn við lýðræðið og hafði deilt ýmsum færslum á samfélagsmiðlum. En við ætlum aðeins að skoða hérna myndskið sem sýna það að Donald Trump og Kamala Harris og Biden hafa öll átt símtöl við hvort annað og við ætlum aðeins að sjá hvað Donald Trump hafði þetta símtal að segja sem og Kamala Harris. I checked on him to see if he was okay. Yeah. And
I told him what I have said publicly. There's no place for political violence in our country. It's a dangerous business, however, being president. It's a little bit dangerous. It's, they think race car driving is dangerous. No. They think bull riding, that's pretty scary, right? No. This is a dangerous business, and we have to keep it safe. And I have to say that President Biden called me yesterday. It was very nice. We had a very nice conversation. I appreciated that he called about, what happened the other day. And he says, he's committed. He's committed. No, and today, a little while ago, I got a very nice call from Kamala. No, it was very nice. It was very nice. It was very, very nice, and we appreciate that. Já, við ætlum að fara úr einu í annað, við ætlum að fara yfir stöðu baráttunnar samkvæmt Real Clear Politics, skoðum aðeins stöðuna á landsvísu. Eins og við sjáum þá leiðir Kamala Harris með það bil 2% stigum. Hún því búin að bæta eilítið vissi frá að við rættum við ykkur í síðustu viku þar sem hún leiddi með 1,1% stigi. Þá voru kappræðurnar einmitt nýja staðnar og því má sjá að hún bætti eitthvað vissi eftir kappræðurnar, þó ekkert svakalega mikið, því eins og við minnst áður þá eru mjög fáir óákveðnir kjósendur í þessum kosningum. Við skulum skoða stöðun í kjörmannakerfinu því að það auðvitað eina sem skiptir máli. Hún leiði þar með 276 kjörmenn á móti 262 kjörmennum sem við munum frá síðustu viku þegar Donald Trump leiddi kjörmannakerfinu og má rekja það til Pennsylvania því að nú leiðir hún í Pennsylvania með það bil 1% stigi. En við ætlum að ræða hérna eins við ykkur Bandaríkjaþing því að það kosið þar líka og við ætlum að fara eins yfir stöðuna í baráttunum öldungadeildina. Demokratar leiða svo stöddu í dag með 51 þingmenn, eru með 51 þingmenn og republikanar 49 þingmenn, en með við kannanir þá leiða republikanar. Þeir mælast núna með 51 og demokratar 49. Má það rekja helst til hérna Vestur Virginíu, það sem einmitt laust sæti eftir að demokratin Joe Manchin ákvað að bjóða sig ekki fram aftur. Þetta auðvitað mjög íhaldssamt ríki og eru allar líkur á því að republikanar munu vinna þá baráttu með miklum yfirbauðum og síðan baráttan í Montana þar sem sitjandi þingmaður demokrata svolítið að missa baráttunum höndunum á sér á móti Tim Sheehy frambjóðanda republikana sem kom með nokkuð afgerandi forskot og muna öllu líkindum vinna þá baráttu og þá republikanarkonur í 51 þingmenn á móti 49. Það eru auðvitað fleiri sæti sem geta unnið. Það kosið auðvitað í ríkjum eins og Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio og fleirum. Sumi vilja meina Texas barátturíki en það svona einhvern veginn verður aldrei að því republikanar halda því bara. Ted Cruz í frambúðið þar. Florida líka einhverja kannanir sem sína að demokratar hafa sótt á. Það verður eins og að telja bara einstaklega ólíklegt að demokratar sé að fara að vinna það með hvernig Florida hefur farið og hvernig þróun þar hefur verið síðustu ár, sérstaklega eftir COVID. En það eru sóknartæki fyrir republikanum til að auka meirihlutann enn frekar og það kannski helst í Ohio sem að ég hvet fólk til að fylgjast með mikið áhuga á öldungadeildinni því að frambjóðandi republikana Bernie Moreno að skora Sherrod Brown, þingmann demokrata og fyrir nokkrum mánuðum þá leit þetta út eins og Bernie Moreno ætti ekki séns á móti demokratanum. Hins vegar hefur við séð á síðustu vikum og mánuðum að það er að verða minni munur á fylginu að munar ykkur 3% stigum og sjónvarpsauglýsingar voru að hefjast hjá kosningateymi Moreno og má gera það fyrir að þær muni hafa áhrif eins og allur annar boðskapur á vegum kosningabaráttunnar. Þannig ég held að það verður mjög spennandi að fylgjast með og ég tala nú ekki bara einfaldlega það að Donald Trump líklegast að vinna þetta ríki með 10+ stigum. Þannig að það á eftir að auka fylgi Moreno mættilega eitthvað. En við ætlum ekki að hafa þetta lengra sinni, við munum ræða við ykkur í framtíðinni mögulega eins og fulltrúadeildina, hvernig staðan þar, það spennandi barátta líka. Takk fyrir áorðið. Já, þetta eru sannarlega ótrúlega tíðindi frá Bandaríkjunum og það verður að segja eins og að þetta eins og með margt annað í samfélaginu í dag. Maður eiginlega trúir því ekki að maður lifir þá tíma þegar að forseti Bandaríkjanna fyrrverandi stendur frammi fyrir mordtilræðum oftar en einu sinni í þessari kosningabaráttu. En við ætlum að færa umræðuna hingað heim. Þau eru komin hingað til mín Jón Gunnarsson og Inga Sæland og við ætlum að taka stöðuna á fréttum vikunar næsta hálftíman eða svo. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir það. Ég var nú að nefna þessa stöðum eftir þetta ágæta innlegg sem Hermann Nökkvi var með fyrir í þættinum en við erum að horfa upp á ofbeldisöldu svo víða. Það núna þessi átök fyrir botni Miðjarðarhafs, við þekkjum stríð með Úkraínu, en hér heima flæða yfir okkur fréttir af morðum, vopnaburði, skipulagðri glæpastarfsemi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum í viðtali þennan morguninn og segir að það sé glapræði að halda ekki óþjóðalíð frá landinu. Inga, erum við að missa tökin hérna?
miðað þessar fréttir, öll þessi morð? Já, í rauninni þá sjá það allir að það stórkostleg breyting á samfélaginu okkar. Við erum það í rauninni eiginlega stökkbreyting á því sem var bara hér fyrir örfáum árum síðan og ég man líka þá tíð þegar til dæmis okkar góði félagi á Alþingi Ásmundur Friðriksson var að benda á það fyrir allnokkrum árum síðan hversu mikilvægt það væri í rauninni að við fengjum raunverulegar upplýsingar þá sem að sækja landið okkar hingað heim og hann fekk nú verulega bátt fyrir af þessu ókliði sem að virðist nú geta haft ansi hátt. En staðan svo að það stjórnvöld hafa hlustað einmitt of mikið á þessar raddir sem að hafa ekki heimilað okkur hreinlega að ganga hreint til verks og bjóða þá gesti velkomna hingað sem við kærum okkur að fá til landsins. En nú eru þessi glæpir framdir af Íslendingum. Er það þessi samblöndun sem að þú Já, það er allt og það er líka bara þessi þróun í samfélaginu líka. Við erum búin að missa svo mikið tökin á því að halda utanum fjölskyldueininguna og það er einhvern veginn eins og ákveðið svona siðrof sé að eiga sér stað þegar það er svona lítil samhygð með náunganum og það er bara einhvern veginn allt annar hugsunarháttur og margir vilja nú meina að þetta sé mjög tengt því að börnin okkar séu ekki að fá þá alúð og umhyggju sem að þarfir þeirra krefjast og þar á meðal eru börnin okkar mjög mikið bara hreinlega að ala sig upp sjálf í tölvuleikjum og alls konar einhverju sem að kannski hefur mjög slæm áhrif á þau. Þannig að ég finn þetta núna, það er orðið ákall út í samfélaginu, það er líka ákall hjá stjórnvöldum, menntastofnunum og lögreglu og það á núna að láta sverfa til stáls og reyna að gera eitthvað í stað að safna kannski úlingum saman og börnum saman og það sem að í rauninni við erum að bjóða hættunni heim, vopnaburður barna er orðið náttúrulega mikið áhyggjuefni. Akkúrat. En eins og ég segi, þetta er skelfingarástand sem við erum að horfa upp á. Við erum að horfa hér upp á, eins og nefnir ég að vilja morðöldur hreinlega. Það er upplifunin allavega. Jón, þú varst dómsmálaráðherra, þú er mikið fjallað málefni lögreglunnar. Hvernig horfir þetta við þér? Við erum búin að sjá þessi morð fyrir austan hér í bænum. Hræðilegt morð á liðnu ári á Blönduósi. Hvað er í gangi? Já, í fyrsta lagi þá vil ég nú vara við því að við blöndum þessu alfarið saman við hælisleitendur eða innflytjendamálið eitthvað slíkt þó að vissulega sé það út af fyrir sig mikið áhyggjuefni, þróunin á þeim vettvangi og þegar ég var dómsmálaráðherra þá beitti ég mig fyrir eflingu lögreglunnar gríðarlega mikið. Við settum 80 stöðugildi til viðbótar inn, ný stöðugildi. Samt er ennþá mun færra í lögreglunni nú heldur en til dæmis 2007. Já, það þarf auðvitað að horfa líka til nýra tækni sem að nýtist og einfaldar lífið að mörgu leyti, en ég tek alveg undir það þarf að styrkja lögreglunni frekar, almennt séð. Við fjölguðum, ég sagði einhvern tímann í útvarpsþætti þar sem ég var í viðtali sem ráðherra að ég ætlaði að segja skipulagðri glæpastarfsemi brot á hendur. Og það ætlaði nú allt koll að keyra. Stríð á hendur með. Já, stríð á hendur. Og ég gerði það vegna þess að ég fjölgaði teimum hjá lögreglunni úr 1 í 5 sem voru að rannsaka og saksækja skipulagðri brotastarfsemi. Og þarna þurfum við að gera miklu betur. Við fjölguðum líka í þeim teimum sem að greina þessa nútíma tækni, síma, tölvur og allt þetta sem tekur langan tíma. Og við höfum gert þetta stór átaki þessu. Er þetta að skila árangur? Þetta er að skila sér, en fólk verður líka átt að segja á því að þetta er langhlaup. Vegna þess að bara þessi stóru mál sem við höfum orðið vitnað og hafa verið upplýst með góðum árangri, að þau eru að taka kannski í rannsókn yfir 2 ár. Og þetta eru teymi sem að loka sig bara af, eru jafnvel ekkert inn á lögreglustöðum, þau bara loka sig á sérstökum stöðum, eru með að beita allir nútíma tækni í rannsóknum. Þetta er eitt atriði, grafalvarlegt og ég sagði það bara ítrekað. Hér verðum við að stíga fast niður fæti vegna þess að þetta mun hafa verulega slæm áhrif á Íslands samfélagi til framtíðar og við erum vön því að búa í öruggu samfélagi og við þurfum að tryggja það áfram. Svo er þetta ástand sem við erum að horfa upp á, hvað getum við sagt hjá landanum, þróunina sem er að verða, allur þessi hnífaburður hjá ungu fólki, ofbeldi, vaxandi morð, ég vil nú taka undir með Grími Grímssyni yfir lögregluþjóni þar sem að hann svo sem vara við því að við séum að draga ályktanir af því að það sé einhver alda í gangi þó að við lendum í þessum alvarlegu atburðum svona mörgum núna á þessu ári, 7 atburðum, að þá kannski auðvitað setur það okkur í einhverja stöðu og við þurfum að bregðast við, en
við skulum vona að þetta þróist nú til betri vegar. En hitt annað, sko, hvað það sem að valda þessu síðurofi sem að Inga kallaði eða þessum breytingum í íslensku samfélagi. Bara við hér, kannski á svona aðeins ykkur kynslóðinni, sko, munum alveg tímana tvenni í þessu. Ég var að rifja það upp með félögum mínum daginn, sko. Þegar maður var í sveitinni í gamla daga, þá var nú slegist á sveitaböllunum, sko. En að maður lagðist, að það var bara algjörlega óskrifuð regla, þú sparkar aldrei í liggjandi mann. Þetta horfið úr íslensku samfélagi. Og maður velti fyrir sér hvað þetta? Ég meina, við erum þjóð sem kristin í grunninn. Við erum alin upp eldri kynslóðir, miðlungs og eldri kynslóðir í þessu landi á grundvelli kristinna gilda. Þetta hefur með skipulögum hætti fræðsla á þessu vettvangi, það sem verið að fræða okkur samkenndina, láta okkur vinna í samkenndinni, láta okkur læra fyrirgefninguna og kærleikann. Þetta hefur allt verið tekið út úr íslensku skólakerfi og það með ekki einu svona vera litlu jólin, sko. Og nú ber ég virðingu fyrir öðrum trúabrögðum, þetta hefur ekkert með það að gera, sko. En það hefur orðið ákveðið rof í þessari fræðslu inn í yngri kynslóðir sem að koma inn núna. Í fermingabörnum og svona, þú veist að prestar segja manni það, þetta bara allt önnur nálgun, það allt önnur þekking og tilfinning heldur var hér fyrir nokkurum árum. Ég held að þetta sé til umhugsunar ásamt mörgu öðru, ég held að sé engin ein patentlausn í þessu, en ég hef svolítið stoppað við þetta atriði. Þetta áhugaður punktur. Mér langar til að taka þetta með þingið hans áfram, Inga, vegna þess að það talaði eflingu löggæslunnar. Við höfum séð lögð fyrir þingið frumvörp auknar rannsóknarheimildir, lögreglun og annað. Þetta alltaf stoppað. Ekki Flokki fólksins það nokkuð ljóst, við höfum alltaf staðið með því. Já, en útskýrðu fyrir mér, af hverju ekki meirihluti fyrir því í þinginu að styrkja löggæsluna þegar við horfum upp á þessi viðfangsefni sem að hún að takast á við. Maður hugsar meðal annars í þessum atburðum til lögreglumannanna sem að þurfa að standa í þessum aðstæðum. Já, sko, þegar þú segir af hverju ekki meirihluti fyrir því í þinginu. Já. Ég verð nú að segja það þrátt fyrir að vera nú kannski viðurkennt frekar hávær, að þá geti nú ekki stýrt og stjórnast í öðrum flokkum. Þannig að þú nú eiginlega að spyrja þá. Ég hef náttúrulega reynt að segja en bara komið allir til mín og þá reddum við þessu. En staðreyndin svo að 2018 til dæmis, þá langar mig að nefna það, þá gaf skýrsla, mér minnir að vera 2018, þegar lögreglan hefur gefið reglulega út skýrslu og verið að gera úttekt á í rauninni breytingu og hvernig staðan í samfélaginu, þá fengum við fulltrúa ríkislögreglustjóra til okkar á þingflokksfund, fjalla þessa skýrslu sem sýndi fram á 9 skipulagða hópa skipulagðrar glæpastarfsemi sem þeir voru búin að kortleggja og þeir vissu af. Og þegar ég spurði fyrirgefið, eru þið ekki lögreglan? Af hverju farið þið ekki bara og hreinsið þetta út? Af hverju bara vaðið ekki í verkið sem lögregla og þurrkið þetta af kortinu? Það vegna sem við höfum ekki getu, burði og mannskap til þess. Og þrátt fyrir það að ég ætla nú að hrósa Jóni fyrir það að hann hefur nú reynt að berjast eins og rjúpa við staurinn því að hann hefði í rauninni gert mun meira ef hann hefði haft umboð til þess. Þá í raun og veru þurfum við að gera svo miklu meira vegna þess að við erum okkur að fjölga það mikið og það hratt, við erum bara stökkbreytast á örfáum árum. Fangelsin yfirfullar, það geta maður sem að lögreglan sé að 28% af öllum sem sitja hér í fangelsi eru útlendingar. Og við skulum bara tala íslensku þegar Jón segir að við getum ekkert verið endilega að blanda öllu þessu saman við hælisleitendur og annað slíkt. Það ekki það sem við erum að gera. En það samt sem á þessi fjölmenning sem við erum að takast á við núna, hún algjörlega að ryðja okkur koll. Við höfum ekki haft neina burði til þess að takast á við svona gífurlegan fjölda og svona mikinn vöxt enda sýna allir innviðir það. Við erum að bögglast hér og berjast hér. Hvað viltu gera? Ég hef náttúrulega sagt fyrir löngu síðan að Ísland uppselt hvað lítur að því að komi fleiri hælisleitendur. Það uppselt. Ég vil að við göngum til verks eins og að verða að gera núna. Það hreinlega verið að vinna verkið eftir að útlendingalögin voru samþykkt núna í sumar. Þó svo ég hafi komið breytingatillögu sem hefði breytt betur en var felld sem ég til mikilla furðu. Ég ætla nú að reyna að hjálpa þá dómsmálaráðherra virkilega að redda málunum og geta sendt í burtu stórglæpamenn. Þrátt fyrir að vera hér komnir með alþjóðlega vernd eins og þessi Mohamed Korani. Þið eru meirihlutin. Ég vísa aftur í viðtali við lögreglustjórana á Suðurnesjum. Þeir hafa ekki verkfærin til þess að fá til þess farþegalista. Hér streymir fólkin í landið og lögreglan getur ekki mónitora það hver á koma hingað. Það er rétt. Hvernig stendur á þessu? Sko,
það alveg rétt, við höfum ekki náð í gegn alla leið í því að skerpa á þessum reglum og þeim verkfærum sem að lögreglan vill. Ég hefði vilja geta gengið lengra í þeim efnum. En það urðu þetta tímamót sko, í fyrra þegar að við komum eftir langa mæðu fyrstu breytingunum í gegnum útlendingalögum og svo tókst okkur koma breytingum aftur núna. En hversu oft varstu búin að berjast og hversu oft voru VG búin að finna það út? 5 sinnum? Og þið hangið alltaf eins og hundar á roði með þess að VG með ykkur ríkisstjórn. Þeir eru ekki einir á ferð í þinginu, Samfylkingin og Píratar og hérna fleiri aðilar. En sko, það verður samt að horfa til þess, sko, þegar ég hitti ráðherra þessara mála í Danmörku þegar ég var dómsmálaráðherra og embættismenn, við áttum þarna undir lokin mjög merkilegan fund í Danmörku þar sem við vorum ætluðum að fara jafnvel í svona skipti á starfsmönnum og reyna að fá reynsluna. Þá sögðu þeir okkur að þegar þeir fóru að stíga á bremsuna og fóru að breyta kúrs, tók þá 10 ár að ná tökum á þessu. Við það að gerast miklu hraðar hjá okkur. Af því að við höfum fyrirmyndina frá þeim og við erum að innleiða hana, kannski að sumu leyti of hægt, en það gríðarlegur árangur að verða. Og að því að Úlfar kemur inn á þetta sem ég tek alveg undir með Úlfari, lögreglustjóra á Suðurnesjum. Hann á heiður skilið sem þá og við áttum mjög gott samstarf við Úlfari, við tækjum það fram og eigum, að þá það samt sem áður þannig að við erum sko, ef þú tekur brottvísanir á landamærum núna frá því sem það var og þetta afleiðingar af breytingu sem við gerðum á vinnulagi í fyrra og lagabreytingum í fyrra og því sem hefur verið fyllt eftir í ráðuneytinu núna, að þá það 9 sinnum fleiri. Það hátt í 900% aukning á því sem við erum að brottvísa. Ég held að við séum búin að brottvísa, ég man ekki þessar tölur til að fara alveg rétt með þær. 1000 manns í ár? Já, akkurat. 1100 manns eða eitthvað slíkt, en ég ætla ekki að þakka þeim það heldur einmitt Úlfari og þeim breyttu starfsreglum sem verið að viðhafa á landamærin. Inga, leiður mér nú að klára að segja, ég veit þú vilt ekki þakka. Ég fyrir að syngja til þakka niður. Já, það bara gaman að þú syngur, sko. Það maður oft hlusta á það, en ég bara segja það, sko, þáttur starfsmannanna mikill í þessu og viljið þeirra mikill til að takast á við þetta. En þeir þurfa þetta að fá verkfærin frá pólitíkinni og við höfum verið að veita þeim þessi verkfæri. Ekki nógu hratt að mörgu leyti, en mjög mikið. Ég meina, svo getum við litið á aðra þætti eins og þegar ég tók ákvörðun rafbyssurnar og svona og var gagnrýndur fyrir það mjög á þingi og lá hrikti nú í stóðum ríkisstjórnar. Og ekki fyrsta skipti. Og svo þegar við þurftum að standa í lappirnar í ýmsum málum, varðandi brottvísanir og annað, þetta eru viðkvæm mál, erfið, en það verður að vera prinsipp í þessu. Tölum ríkisstjórnina og þegar hriktir í stóðum hennar og viðkvæm mál. Þetta mál sem að koma upp núna í upphafi vikunar, þar sem að það blasir við öllum að ríkisstjórnar samstarfi var í raunverulegri hættu. Hvað átti sér stað þarna þessa nótt þegar að formaður VG vekur upp formann Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórnin ákveður fyrir tilstilli forsætisráðherrans að grípa inn í lögregluaðgerð sem að þá þegar stóð yfir? Þetta er náttúrulega svo stórkostlega, stórfurðulega atburðarás sem þarna á sér stað að maður eiginlega bara, manni verður orða vant. Við erum náttúrulega, sko, eins og ríkisstjórnin, þetta er ekki fjölskipað stjórnvald. Og stígur þarna inn í rauninni sjálfstæða stofnun sem útlendingastofnun og kæru nefnd útlendingamála. Það búið að fjalla máli á 2 dómstigum og svo kemur meira síðan að dómsmálaráðherrann og segir sjálfur það megi færa rök fyrir því að hún hafi í rauninni farið langt út fyrir sitt valdsvið, enda líka liggur það á borðinu. Það var hreinlega verið að brjóta lög, ekki fyrsta skipti sem þessi ríkisstjórn gerir það, en sko að ætla að láta þennan litla dreng vera leiksopp í einhverjum pólitískum hráskinnaleik finnst mér bara algjörlega gali. En finnst þér að það hefði átt að senda hann til Madridar? Hann átti að fara til Barcelona, það sem eiginlega besta mögulega hjálp sem að finnst þér að það hefði átt að senda hann sjúkdómur hans getur fengið sérhæfð meira segja hana að sjálfsögðu á þeim tímapunkti þegar við erum komin þarna í aðgerðunum og í rauninni núna strax 21. þá ekkert hægt að grípa inn í og senda hann. Ríkisstjórnin henni búið að vera í lóa lagið að setjast niður ef þau vilja ræða einhver einstök mál, en það á aldrei að vera svoleiðis. Það eru gildandi lög í landinu og ef það ekki ríkisstjórnin sjálf og stjórnvöld sem að fylgja löggjafanum og gildandi lögum í landinu, hvernig í ósköpunum hægt að ætlast til þess að við séum þau sem setjum hér boð og bönn og ætlumst til þess að almenningur fari að þeim lögum
lögum sem við erum að setja. Það gildandi lög í landinu, það grundvallaratriði að fylgja þeim, það var hægt að byggja á mannúð fyrir langa löngu síðan. Ef að það var vilji til þess að hafa þennan litla dreng hér áfram og hans fjölskyldu, þá gátum við beitt okkur í sambandi við barnasáttmálann og þeim var í lóalagið að gera það, en það var ákveðið eftir samskipti við spænsk yfirvöld í júní síðastliðnum sem að gáfu grænt ljós á að taka á móti fjölskyldunni og það vitað að sérstakt sjúkrahús í Barcelona sem sérhæfir sig þarna. Þannig að þetta forsætisráðherrann þinn, þetta dómsmálaráðherrann þetta bara rof á réttaríkinu og þetta er svakalegt að verða vitna þessu. Bara aðeins svona til að leiðrétta Ingu að það hefði verið hægt að grípa inn á fyrri stigum til þess að ganga frá því að drengurinn yrði og fjölskylda hans hér áfram Það er ekki hægt. Það er bara algjör misskilningur. Hvernig er það misskilningur? Var ekki hægt að beita barnasáttmálanum þarna? Var ekki hægt að taka mannúðarsjónarmið inn í? Nei. Þurftum við að beita Dyflin? Ertu að segja það? Já, ok. Ég vissi það ekki. Ég vissi ekki annað en að við getum bara metið það svolítið svona sjálf. Við erum með kerfi sem að Alþingi hefur ákveðið í þessum málum. Við erum með lög sem að umvefja það kerfi og reglur. Og það byggir á því að fólk hefur rétt á að sækja hér og fá efnislega meðferð og í þessu tilfelli fá þeir það. Útlendingastofnun hafnar umsókn þeirra. Þau hafa möguleika að kæra það til æðra dómstigs eða úrskurðar, til æðri úrskurðar. Það úrskurðarnefnd útlendingamála, kærunefnd útlendingamála. Hún kemst að mjög skýrri niðurstöðu í sinni umfjöllun og það er búið að hafna þeim þeirra umsókn. En þið grípið síðan inn í. Og fyrir lá að fólkið átti að fara úr landi, það var hér með ólögmætum hætti. Fólki neitar öllu samstarfi. Flestir sýna bara samstarfsvilja og fara út og það er borgað fyrir þá og þeim er bara hjálpað að koma sér á nýjan stað. Í þessu tilfelli áttu þau að fara til Spánar þar sem að reyndar hagsmunir barnsins út frá læknisfræðilegum sjónarmiðum sannlega betur tryggðir heldur en á Íslandi þar sem að þekkingin í Evrópu og í heiminum er mest á Spáni. En þitt fólk grípur inn í hún? Það er grípið inn í, atburðarásina þekki ég ekki náttúrulega innst, en hún er mjög slæm, þetta er mjög slæmt að við skulum hafa gripið inn í svona einstakt mál. Ég meina, ég minni bara á hér á mál sem var á mínu borði á sínum tíma sem var líka mjög viðkvæmt og þau eru mjög viðkvæmt. En trúirðu því það er Hussein málið, maðurinn í hjólastólnum sem var nú mikill fréttaflutningur og það var mikill þrýstingur af hálfu Vinstri grænna. Trúirðu því, Jón, eitt andartak að Bjarni Benediktsson og Guðrún Hafsteinsdóttir hafi gripið til þessara ráðstafana þarna miðjanótt nema vegna þess að yfir þeim vofði hótun stjórnarslit? Er eitthvað annað? Ég ætla að nota orðin Stefán sem að minn ágæti vinnur og samstarfsfélagi Brynjar Níelsson notaði í Bítunni í Bylgjunni í morgun þar sem hann sagðist ekki nenn að ræða hið augljósa í þessu máli. Þá eru þau að segja okkur ósatt. Þá eru þau að segja okkur ósatt. Ég meina, auðvitað þetta ekki, svona ákvörðun ekki tekin í tómarúmi. Það er allir í pólitíkina sem áttar sig á því. Svo geta menn túlkað það með sínum hætti og hvernig þetta var. En það er alveg ljóst að það var mikill hlitringur á stjórnarheimilinu, hvort að það hefði leitt til stjórnarslita verða aðrir að segja til ef að þetta hefði verið látið ganga eftir sem það hefði átt að gera. En þrátt fyrir að þau hafi talið svona í kross eins og það hafa gert Og það er alveg ljóst að það hefði verið hægt af hálfu Vinstri grænna, það hefði verið ítrekk og tækifæri til þess að ganga inn í þetta mál og ræða það eitthvað frekar að menn þurftu eða var eitthvað óskýrt í því. En þegar upp er staðið þá var ekkert óskýrt í þessu máli. Nei. Ekki nema þau eru með 3,5% núna og eru að reyna að lyfta sér upp í skoðanakönnun. Og við erum ekki í góðri stöðu með trúveruleika í þessum málaflokki eftir þessa uppákomu. Er Sjálfstæðisflokkurinn laskaður eftir þetta mál? Já, ég heyri það nú bara í kringum mig og er ég nú búinn að fara við og heyra við það. Nú sögðu menn að flokkurinn gæti ekki lækkað meira í könnunum? Mönnum finnst vera ákveðið bakslag í annars þeirri pólitík sem við höfum rekið á þessu kjörtímabili þar sem að við einsettum okkur það að vinna eftir þessum reglum og höfum verið að styrkja og herða reglurnar og það er að bera mikinn árangur. Dómsmálaráðherrann segir í Silfurviðtali á RÚV á mánudagskvöldið að hún hafi raun ekki mátt gera það sem hún gerði. Já, hún gerði það bara hreinlega. Hún sagði það bara hreinlega. Er það ekki verkefni Landsdóms að fara yfir slíkar aðstæður? Þegar ráðherrar vitandi vits gera eitthvað sem að brýtur í báðu lög. Þetta er nú bara alveg stórkostlegt innlegg hjá þér og ég er mitt búin að vera að velta þessu fyrir mér. Alveg allan tímann vegna þess að það er bara greinilegt að þarna er verið að fara gegn í rauninni gildandi, ekki bara gildandi rétti, heldur bara
gegn öllum gildandi starfsreglum og öllu prótokóli sem inni hjá henni sem ráðherra og ég tek undir með Jóni, það þarf ekki að tala hið augljósa, þarna var verið að verja ríkisstjórnina því að allt springi í loft upp, stólarnir eru verðmætir og það viðkvæm staða á stjórnarheimilinu núna eins og skoðanakannanir sína, en ég ekki viss að það hafi verið rétt að ganga svona á eftir þessum duttlungum Vinstri grænna. Ég ekki viss að Sjálfstæðisflokkurinn græði neitt á því að hafa ákveðið að fyrir utan það nú kemur ríkislögreglustjóri, Sigríður ríkislögreglustjóri og segir að það sé ekki mögulegt að flytja fjölskylduna út fyrir 21. september af því að það þurfi að undibúa slíkan flutning með margra vikna fyrirvara. Ég veit ekki alveg Jón svaraði þessu með landsdóm, ég meina þegar ráðherrar stíga fram og segja, ég gerði eitthvað sem ég veit að ég mátti ekki gera eða á grensunni. Hvað eiga borgararnir í landinu að hugsa þegar að ráðamenn segja einfallega eins og Svandís Svavarsdóttir hefur sagt oftar en einu sinni, ég bara í pólitík. Ef maður í pólitík má maður það bara brjóta lögin eftir hentugleika. Já, ég held að þetta bara mál sem þarf að skoða, það þarf að kafa ofan í þetta mál. Ég hef ekki, svo sem yfirlit yfir það og hef ekki farið sérstaklega ofan í það með mínum kollegum úr lögfræðinni. Hver kafar, er það umboðsmanns eða Já, hann getur gert það, ég meina, það geta allir gert það í sjálfu sér sko og umboðsmaður hefur nú haft afskipti af til að mynda 2 ráðherrum í þessari ríkisstjórn og núna bíða menn svars frá ráðuneytinu á þeim bæ, bíða menn svars frá ráðuneyti matvæla sko hvers vegna embættisfærslu voru með þessum hætti og skýrleikin var mjög skýr í álitu umboðsmanns áður. Ég meina þetta getur haft áhrif og á að hafa áhrif ef að það ekki farið, ef að verkferlar eða ég tala ekki lög eru brotin og það bara eitthvað sem að örugglega mun koma þá upp á næstu dögum og þarf að taka til umræðu hvernig menn meðhöndla það. En ég held að við getum öll verið sammála það að þetta eru vinnubrögð sem get ekki viðgengist almennt í málum og í þessu málaflokki sem svona viðkvæmur þá verða að vera sömu reglur sem gilda fyrir alla og við verðum að fylgja því, það algjört grundvallaratriði. Við getum ekki verið að brjóta jafnræðisreglu eða meðalhóf með því að mismuna fólki í meðferð í svona málum. Það grundvallaratriði líka til þess að ná árangri til lengri tíma í þessu málaflokki. En nú segja menn út af þessu inngripi Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins að það hefði einfaldlega verið vegna þess að þessar reglur séu ómannúðlegar, að þetta hefði verið ómannúðleg meðferð á drengnum og fjölskyldu hans. Gerðist það bara á mánudaginn? Gerðist það bara að fara nótt mánudagsins? Menn geta haft sína skoðanir á því, en þessar reglur okkar hafa ekki fengið athugasemdir frá neinum af okkar samstarfslöndum. Við erum að vinna í sambærilegu umhverfi og allar þær þjóðir sem við erum að vinna í samstarfi við á þessum málaflokki. Sumar þeirra eru meira þess að komnar lengra heldur en við í að herða þessa löggjöf. Svo geta einhverjir haft skoðanir á því að það sé ómannúðlegt. En þetta eru bara þær reglur sem þetta gilda og mín stefna og míns flokks að við eigum að vera á sambærilegum stað og þær þjóðir sem við erum að vinna með, nágranna þjóðir okkar og við eigum þannig að taka mjög fast á þessum málaflokki. Ég sjái bara þróunar sem að gera svona. Þjóðverjar voru að loka landamærum sínum. Ég heyrði manni sem fór til Þýskalands í fyrradag og hann var beðinn passa, hann fór í vegabréfsskoðanir. Og við erum að snarauka þessi brottför á landamærum. Við erum að umsóknum hefur snarfækkað vernd á Íslandi, helming. Þetta bara afleiðingar þeirra gjörða sem hafa verið í ráðuneytinu á þessu kjörtímabili. Þetta höfum við fjallað Áttuðu ykkur á því að þegar við vorum með húsnæðisfrumvarpið inn í þinginu seinnipartinn síðastliðinn vetur heimildi til að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Þið munið eftir þessu umdeilda frumvarpi sem gekk á skipulags ákvörðunarvald sveitarfélaga og var umdeilt. Það komu skilaboð frá Vinnumálastofnun og sagði, heyrðu, þið þurfið ekki að afgreiða þetta í gegn. Þessi húsnæðismál í flóttamannamálum, þau eru ekki eins og þau voru. Þetta allt betri vegar. Og við megum ekki hiksta í þessu til þess að árangurinn náist eins og við erum að stefna. En þið hafið hikstað í þessu máli. Er ríkisstjórnin, stendur hún á brauðfótum?
Þetta Svona, Stefán, ég nú búinn að vera sko í pólitík lengi. Ég á mín 18. ári á þingi sko, og hefur setið í ríkisstjórn og svo framvegis og orðið vitni að mörgum ríkisstjórnum. En sko það ekki hægt sko, það ekki hægt að reyna að vera með hvíta lygi í þessu sko. Ég meina, fólk einhver asnar þegar það kemur á pólitík og margir sem að greina það og fylgjast með þessu dagstæðlega átta sig auðvitað á því að þessi ríkisstjórn stendur ekki styrkum fótum sko. Ég meina, ég ætla ekki að vera að blekkja fólk með að reyna að halda einhver öðru fram. En lifir hún fram á næsta vor? Það getur vel verið. Það getur vel verið, sko. Það ekki þar með sagt hún sé að springa. En það augljós mikill ágreiningur milli stjórnarflokkana og sérstaklega kannski okkar og vinstri grænna og sé að Framsókn spili svolítið svona beggja blans þarna á miðjunni í þessari ríkisstjórnarsamstarfi. Og hérna, en þó, eins og í þessum útlendingamálum hafa þeir staðið með okkur. Hvað segir Spát og Skúla Ingu Sæland? Verður kosið næsta vor eða þetta allt í uppnámi? Eins og ég segi, ég veit það ekki. Ef þið komast í gegnum hérna, þetta haustþing og ná því þá býst ég nú við að það er lifið af. Já. Og við sjáum bara hvað þau eru tilbúin að ganga langt í því að sprengja ekki samstarfið. Það er bara lögbrot og viðurkenning á því að það sé verið að ganga gegn í rauninni starfsreglunum sem að til dæmis ráðherranum hefur verið búin og þau ganga ansi langt og við sjáum það og við erum búin að vera vitni að því núna hversu erfitt þetta var og síðasti vetur í þinginu var líka mjög mikill átakavetur og það er erfitt fyrir bæði Sjálfstæðisflokkinn að koma með sín mál og fá brautagengi fyrir þau inn í þingið vegna þess að samstarfsflokkurinn stígur á grensuna og svo er það öfugt. Þannig að það er þarna mikið reiptó í gangi og á milli er þarna þessi... Það má auðvitað sko segja að hérna, ef við horfum bara svona á hina peningsin sem að blasti við forsætisráðherra og dómsmálaráðherra þennan morgun, ef að þetta raunverulega var þannig að það var bara hótað því að það þetta búið til kosninga. Það kosið hér miðjan nóvember eða eitthvað slíkt sko. Ef það er staðan sko, þá er þetta gríðarlega erfið staða sem að samstarfsflokkurinn setur forystumenn ríkisstjórnarinnar í. Er það ekki óþolandi aðstæða? Máttu ekki skipta þeim út hverju ráða þeim? Bara skipta þeim út. Takk einhvern annan inn. Myndir þú farin? Nei, ekki núna. Nei, það er nefnilega málið sko. Það er ábyrgðarleysið nefnilega ekkert betra hinum megin og það er auðvitað hluti af dæminu. Það er voða gott að vera hérna með yfir borði sem að Inga og vera algjörlega ábyrgð og þess að segja sko það bara skipta þeim út en nei, hún myndi alls ekki taka þátt í því að koma ábyrgð. Ekki á þessum tíma? Nei, nákvæmlega. En þú ekkert að tala við mig árið 2021 og þá kannski gengið betur hjá okkur og við verum svona rosalega hamingjusöm í þessu sambandi. Veistu hvað Inga, það er ágætt að hafa það reglu að ef og hefðir ekki til sko það er það sem er fyrir framan okkur sem er til og það er þar sem við þurfum að horfa og það er sú ábyrgð sem að forsætisráðherra stendur frammi fyrir á mjög krítiskum tímum í íslensku samfélagi. Eða hvaða afleiðingar gæti það haft að við færum hér í algjörlega pólitíska upplausn. Svo getum við alveg sagt orðað það þannig ef að þetta er staðan sko, sem að mér finnst blasa við að þessi ákvörðun ekki tekin í einhverju tómarúmi. Ég meina það sjá það allir sem fylgjast með pólitíka eitthvað mikið hefur gengið á. En þetta auðvitað það sem að þessi staða sem að forsætisráðherrann er settur í og dómsmálaráðherra sem tekur þessa ákvörðun. Mér langar nú aðeins að segja hérna eitt orð því að þetta er nú búin að vera svona mikið einsmannsfundur hérna hjá okkur að Jón Gunnarsson er algjörlega bara búin að vera með munnræp allan tíman en allavega nú ætlum ég aðeins að fá að segja þetta. Við sáum hvernig Svandís Svavarsdóttir talaði við stefnuræðu forsætisráðherra. Það var engu líkara en hún hafði bara alls ekkert verið í ríkisstjórn í 7 ár. Það var bara engu líkara en hún hefði bara ekkert verið með í þessu partí. Þannig að við sjáum að það sem er að gerast hjá þeim og hún ætlar að fara í gömlu kommaræturnar og reyna að ná til sín þeim sem að hafa í rauninni yfirgefið þetta sökkvandi fley og hún mun verða næsti formaður og hún talaði skýrt líka í 10:13 á mánudagskvöldið. Það var engum blöðum það að fletta. Ætlar hún í formannsslag í VG? Hún? Já. Svandís, hún er að fara að verða forma, það liggur á borðinu. Það er enginn að sem kemur til greina. Þá ætla ég að fá að spyrja, vegna þess að það skiptir líka máli, Jón. Það er mikið verið að velta þessu brotthvarfi Bjarna Benediktssonar úr stjórnmálunum. Hann er farin að tala þannig að það virkar eins og að það blasir við á landsfundi í febrúar. Þitt nafn hefur verið nefnt að einhverju leyti núna sem mögulegur kandidat í
í formanninn. Kemur til greina af þinni hálfu að taka þann slag í febrúar ef Bjarni ákveður að söðlum? Menn eru náttúrulega alltaf í pólitík til þess að axla ábyrgð og slíkt Svaraðu þessu bara hreint út, ekki koma með þessa ræðu. Jú, ég kem með þessa rullu vegna þess að ég ætla bara að segja það að ég hef verið eins og menn vita mjög ákveðin stuðningsmaður Bjarna Benediktssonar og tekið þátt í allir þeir orrarhið sem á honum hefur duðnið sem formaður sem á sér nú ekki fordæmi. Og ég bara í því liði með mínu formanni en ég hef aldrei ég hef í öllum prófkjörum í þessi 18 ár sem ég búin að vera núna tæp í öllum prófkjörum, í öllum kosningum hef ég sóst eftir því að fá meiri völd og ég held að það sé nú pólitíkur sem ekki tilbúin til þess að vera í pólitík og axla þá ábyrgð sem að flokkurinn kýsa veitunum og það kemur bara í ljós hvað flokkurinn vill í því. Og myndu þá leggja þitt nafn í pottinn? Það kemur bara í ljós. Já, hann sagði það. Inga, ég ætla að fá að spyrja þig að því að þú ert með spátumskúluna sem ég áður nefndi. Hver heldur þú að verði næsti formaður Sjálfstæðisflokksins? Ég hef bara ekki græna glóru. Ég ekki að sjá neitt geta reist Sjálfstæðisflokkinn úr þessum vanda sem hann í núna nema sjálfan Bjarna Benediktsson. Ég sé engan öflugri formann Sjálfstæðisflokksins en einmitt Bjarna Benediktsson. Þannig að ég held að samstarf þeirra með þessum kommunistum í 7 ár sé í rauninni það sem sú blóðtaka sem að Sjálfstæðisflokkurinn einmitt að lenda í núna en það enginn sem getur reist að mínu viti sem getur reist Fönix úr öxkunni nema Bjarni sjálfur. Þetta eru kallað kveðið til þín Jón? Já, þetta eru það en ég held hún væri vinkona þinn. Já, Inga hún siglir nú eins og hún siglir og stórt siglir fleiri mitt stór sjónum á. Og fer mikinn og svona hvað hafa menn kallað þetta svona populista pólitík nú svona svolítið að láta seglin talaðu ekki populista eftir mánudaginn Guðsbænum, það alveg bara talandi populisma ég tek ekki þátt í því nema bara ég ekki Tínu Turner og verið ég bara tekið sér mér langar að taka sér dæmi Stefán hérna þessa umræðu lögbrotin sem við höfum verið að ræða hér hjá ráðherrum tilefni í vantrauststillögu eina ferðina ráðherrum ríkisstjórnarinnar þetta sama fólk sem talar hæst þetta eins og Inga Sæland og ég tala ekki Píratar og Samfylking og Viðreisn við erum í stjórnarandstöðu já, en þegar þau tala hæst þessi lögbrot og koma með vantraust og slíkt en þau eru engu betri sjálf en þess að þau segja á sama tíma við ætlum að banna hérna ákveðna atvinnustarfsemi í landinu. Við ætlum að setja lög á hvalveiðar til að mynda. Inga er á móti hvalveiðum. Inga er á móti hvalveiðum. Guðana bænum farði ekki að veiða hval núna í september. Nei, það má ekki koma við þau En þú veist, hvað ætlaðu að gera? Þau ætlaðu að setja lög. Hverja skildu heimildir þingsins vera til þess að setja lög á atvinnustarfsemi? Það vill svo til að atvinna manna varin í stjórnarskrá lýðveldisins. Við sjáum það á smábátaútgerðinni hvernig eru búin að rasketa hérna landsbyggðina og rúst mölva svoleiðis atvinnufrelsi Þú vilt ekki hlusta á sannleik en ég ætla bara að klára þetta Stefán, þetta mikilvægt vegna þess að ef þingið ætla sér að banna einhver atvinnustarfsemi þá þurfa að liggja einhverjir almannahagsmunir til grundvallar og þeir eru ekkert við í þessum atvinnugreinum sem þau eru að tala þannig að þau sem eru að tala svona lögbrot annarra á sama tíma að segja við erum svo tilbúin að fremja hér sömu lögbrotin meira að segja að ganga svo langt að brjóta stjórnarskrá lýðveldisins hættu nú þessu bulli ég meina þú getur drepið alla þína hvali ef við þurfum að borða þá en til hvers að vera að drepa hval bara til þess að drepa hann segðu mig það hvaða máli skiptir það? Ef það tæki ykkur kannski þó það væri þá ekki nema 10 mínútur að drepa hann en þegar ef maður er að horfa upp á viðbjóð í 5-6 klukkutíma dauðastríðum þá bara verst þú ekki að þessu Inga? Ég var í þessu ég var inn á fundi atvinnuveganefndar var að horfa á þetta þú skalt ekki brigsta mér ósannindi þegar ég satt og þarna sjálf þú veist ekkert hvort þú ert að koma eða fara í veiðum er það bara þannig í veiðum út í náttúrunni er það bara þannig og þú talar reynslu þar eins og þú veist það náttúrulega hvernig til dæmis er það að ógna lífríkinu í kringum landið með smábátasjómennsku og krókaveiðum hvernig getur það skert atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrá og hvernig er það almannahagsmunir að leggja hérna sjávarbyggðir í kringum landið í rúst Ég er búin að missa tökin á þessu þætti og ég sé það á glasinu hennar Þetta er líka komið í tótt rugglamingunum minni og það er þetta sem ég átti við áðan og hún svona ríkur þannig að þú ræður ekkert við hana hún er mikil ótemjón Inga, það verður ekki af henni tekið
Skassi verður ekki tamið. Glasið er ekki hálftómt, það er ekki hálftómt, það er galtómt. Inga Sæland og Jón Gunnarsson, þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur góðar helgar. Já, takk sömuleiðis. Hér eftir örfáar sekúndur. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Við ætlum að fara yfir pólitíkina, kannski úr dálítið annarri átt og með öðrum orðum en hér síðustu mínúturnar. Herragarðurinn klæðir þig vel. Komið sæla nýju. Hingað í setti til mín er komin Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Flokkur hans fer með himinskautum að sagt er í skoðanakönnunum og er að mælast jafnvel hærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Það þarf ekki einu svona að ræða framsókn í því sambandi en það er flokkur sem hann stýrði hér á árum áður. Blessaður Sigmundur, velkomin á svæðið. Takk fyrir. Þessi stjórn virðist nú ekki geta sprungið, en menn er að velta fyrir sig hvort það verði kosningar í vor eða í haust. Við þurfum að fara yfir þá eftir. En mér langar til að bara spyrja þig hreint út, bara kjósendana vegna. Því ég held að kosningabaráttan sé að hefjast með þessu viðtali hér. Ef að þú færð umboð til þess að sitja í ríkisstjórn, jafnvel leiða ríkisstjórn á næsta kjörtímabili, hvað er það fyrsta sem að þú munt grípa til? Hver eru fyrstu verkefnin og mest aðkallandi? Ný ríkisstjórn mun þurfa að ná tökum á ríkisfjármálunum vegna þess að þau hafa áhrif á allt hitt. Þau hafa gríðarlega áhrif á verðbólguna eins og við höfum séð og þar á leiðandi vextina, á möguleika fólks á að eignast húsnæði, þau hafa áhrif á allt í samfélaginu. Af því að á endanum þá þarf fólk að borga. Almenningur, skattgreiðendur þurfa að borga ef að ríkið er ekki með halla. Þess að ný ríkisstjórn þarf að hafa hugrekki til þess strax í upphafi að skila hallalausum fjárlögum, byrja að greiða niður skuldir, fara betur með þá peninga sem að eitt er. Til dæmis í þessi mikilvæga kerfi okkar eins og heilbrigðiskerfið og menntakerfið, þar þarf að nýta peningana betur. Þeir hafa ekki nýst nógu vel, við höfum ekki náð þrátt fyrir gríðarlega aukning útgjalda í heilbrigðiskerfið, við höfum ekkert náð að stytta biðlistana að gera þetta betra. Menntakerfið er náttúrulega orðið frægt fyrir sérstaklega grunnskólakerfið, að vera hugsanlega það dýrasta í heimi og skila næst minnstum árangri í Evrópu. En ríkisstjórnin núna stefnir á að skila 41 milljarðs halla á fjárlögunum á næsta ári. Já. Er það ekki ásættanlegt? Hefðu þú einhverja lausnir, einhver svör við því hvernig væri hægt að skila ríkissjóði hallalausum árið 2025? Já, það er margt sem að við getum þetta að segja eins og Milei afuera og láta víkja, láta það fara. En svo er hitt líka og það má ekki líta fram hjá því hversu miklu máli það skiptir að fara betur með þá peninga sem að ríkið setur í ákveðin verkefni. Og þannig að þetta tvennt þarf að fara saman. Og ég held... En hvernig tryggir, þetta eru tveir punktar, hvað þarf að víkja? Nefndu bara konkrétt dæmi hluti sem þurfa að víkja og svo hitt atriði með að fara betur með peninga. Hvernig tryggir það? Stofnarnir að segja allar við erum bara upp fyrir haus, hér er allir að drukkna í verkefnum og menn biðlistirnir eru allstaðar. Það tekur 6 vikur að fá ökuskírteini og reyndar ekki hægt að fá ökuskírteini núna fyrir ná næsta ári. Þeir telja nú að hreinlega að það vanti meiri peninga og fleiri starfsmenn. Já, þá þurfa stjórnvöld bara að þora að segja við stjórnendur þessara stofnana að annarkvort náðir árangri að fara betur með peningana, endur skoði hvernig þeir vinna hlutina eða það þurfi nýja stjórnendur. Og það er bara eðlilegt, teldist eðlilegt í almennum fyrirtækjarekstri að ef að menn eyða alltaf meira og meiri peningum og fá minna og minna fyrir, að þá annarkvort þurfa þeir að taka sig á eða það þurfa einhverja nýja til þess að fara yfir það. Auðvitað þekkjum við það að það er orðið mjög erfitt að reka opinbera starfsmenn, en það getur alveg þurft að til að ná þeim árangri sem þarf að ná fyrir allan almenning. Þurft að fara í það að, kannski gefa mönnum séns, en ef við standum sig ekki, að fara þá í þær breytingar sem þarf til þess að sé hægt að skipta. Afuera, hvaða verkefni eru það sem að ríkið á að hætta sinna? Í fyrsta lagi þetta er náttúrulega hægt að búa til ný óþarfa verkefni og stofna nýjar stofnanir. Svo mannréttindastofnun sem að menn segja núna Brynjar Níelsson muni hafa einhver að segja. Það verður reyndar. Ég var alveg til að sjá beinar útsendingar af stjórnarfundum í mannréttindastofnun ef að Brynjar verður þar á samt einhverjum 4 Þeir fullyrða að þetta sé gert á grundvelli skuldbindinga sem að þú hafir í raun undirritað í þinni forsætisráðherratíð.
Sko, hvað ekki mér að kenna hjá þessari ríkisstjórn? Þetta er það sem að þau leita alltaf í og alveg kostulegt. En við skuldbundum okkur til þess að koma þessum málum í þennan farveg. Hefði það verið hægt einhverjum öðrum hætti heldur en að stofna þessa tilteknu stofnun? Nei, auðvitað hefur það verið hægt, eins og kom fram í hinum ágæta hlaðvarpsþætti Þjóðmálum, það sem var í rauninni bara dregið fram, að þetta var bara fyrirsláttur. Það þurfti ekkert að stofna enn eina mannréttindastofnunina til þess að standa við einhver skuldbindingar og ég myndi mæla með því að menn gjaldi alltaf varhug við því þegar stjórnmálamenn segja að þeir bara verði að gera eitthvað vegna alþjóðlegra skuldbindinga. Það eru engir eins líklegir til þess að mér hefur virst eins og íslenski stjórnmálamenn og mér finnst þetta svona lítið lækkandi fyrir íslenska pólitík að menn leiti alltaf í þá afsökunum við bara verðum að gera þetta. Við vorum búin að skrifa undir einhvern samning hér eða þar í heiminum, embættismenn fóru þarna til Marrakesh eða hvert sem undirritað eitthvað. Aðra þjóðir nálgast þetta ekki svona. Alþjóða samningar taka iðulega mið af því að lönd geti varið sína hagsmuni þegar það þarf að halda. Og sjáðu nýjasta dæmið. Þýskaland, höfuðríki Evrópusambandsins, var að loka landamærunum eða réttara sagt taka upp landamæra eftirlit á öllum landamærum landsins. Hringinn í kringum Þýskaland, sem hefur landamæra fleiri löndum en nokkurt annað ríki í Evrópu. Og þeir viðurkenna, þetta ekkert í samræmi við Schengen, en við bara ætlum að gera þetta af því við teljum það mikilvægt fyrir okkar land. Förum aðeins yfir landamærin seinna. Mannréttindastofnun kostar plus mínus 200 milljónir á ári. Ríkissjóður að velta 1500 milljörðum, hallinn 41.000 milljónir. Nú ertu búin að skera 200 milljónir. Hvað það fleira? Af því að ég vil heyra einhver raunverulega dæmi þá hlutir sem þið teljið að geti missig. Já. Það kemur fram í breytingartillögu okkar við fjárlög, þar sem við ætlum að sýna ríkisstjórninni hvernig hún geti skilað hallalausum fjárlögum og ná. Hvenær verður það lagt fram? Eftir aðra umræðu fjárlaga. Getur við gefið okkur smá innsýn í kannski stærstu póstana? En sko, þú veist það að stjórnmálamenn hafa engan hvata til að útlista fyrirfram að þeir ætla að reka þennan og þennan og þennan þegar þeir eru ekki í stjórn. En ef þú kemst í meirihlutann þá munur ríkisstarfsmennirnir fyrst byrja að skjálfa beinunum. Ekki kjósendur rétt á því að vita hvar þú ætlar að drepa niður fæti? Jú, þeir eru rétt á því, en eins og ég sagði við þá munum við sýna hana á fyrstu spilin í afgreiðslu fjárlagana. En ríkisstarfsmenn þurfa sjálfsagt ekkert að skjálfa beinunum því þeim hefur fjölgað tvöfalt á við starfsmenn á almenna markaðnum að undanförnu. Og þótt við hættum þeirri þróun, snúum henni við, þá og einhverjir hverfi til annarra starfa, þá það bara jákvætt fyrir hagkerfið og jafnvel fyrir þetta fólk sjálft. Því að það stöðugt verið að segja okkur að þessi umfram eftirspurn eftir vinnuafli og við þurfum að flytja það inn. Á sama tíma heldur báknið áfram að stækka og bæta við sig og það eru færri og færri til þess að halda upp þessu bákni og borga skattana sem þarf til þess að greiða laun mín og annarra þingmanna og annarra sem að vinna hjá hinu opinbera. Þannig að þetta hlutfall þarf að lagast. En þið eru líka að halda upp í fjölmiðlunum og stjórnmálaflokkunum og bókaútgáfum og öllu. Ætlið þið að halda því áfram? Ætlið að halda áfram að halda Miðflokknum og Sósíalistaflokknum og Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni og öllu því starfsfólki sem þar í kring uppi á fóðrum á kostnað skattgreiðenda? Ég hef alltaf verið til í að skoða breytingu á þessum stuðningi við stjórnmálaflokkana en þú manst hvernig það kom til. Það kom til vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn taldi sig í stöðu til þess að fá miklu meiri styrki heldur en aðrir flokkar. Þannig að hinir svona vildu jafna leikinn og kölluðu það lýðræði með því að fá meiri tekjur frá skattgreiðendum og það kostar vissulega. Það kostar að halda út í stjórnmálaflokki. En ég alveg til í að skoða það en annars sem þú nefndir þessum í fjölmiðlana. Þetta alveg afleitt fyrirkomulag að fjölmiðlar séu lentir á ríkisspennanum. Miklu betra, eins og við lögðum til á sínum tíma, að lækka álögur á það. Gefa þeim séns á að lifa sjálfir á þess að ríkið
pínið á og borgið þeim síðan smá bætur til þess að Ertu þar að tala um virðisaukaskattinn? Já, virðisaukaskattinn til dæmis. Og eins höfum við nú lagt það til, held ég oftar en einu sinni, að stóri fíllinn í stofunni, Ríkisútvarpið. Þinn gamli vinnustaður? Minn gamli vinnustaður, já, til margra ára. Að leikurinn verði jafnaður gagnvart í, þannig að fólk geti til dæmis valið á skattskýrslu sinni hvert að vilji beita stuðningi sínum við nefskattinum. Já, nefskattinum. Menn mættu beina honum þá í aðra miðla? Já. Skessuhorni eða? Já. Það eru margir góðir miðlar á landsbyggðinni. Myndu beita þér fyrir þessu komistu í ríkisstjórn? Já, við höfum þegar beitt okkur fyrir þessu og þetta var lítið á það hlustað, við erum í stjórnarandstöðu, en þetta er ein af þeim lausnum sem hægt er að innleiða þegar að við komumst til meiri áhrifa. Eitt af því sem að þið hefur verið gagnrýnir á, ég hlustað á ykkar ágæta hlaðvarp, ykkar Bergþórs, eða þingflokksins, sjónvarpslausi 50 dagar og því að við rætt þetta í þinginu líka, það er varðandi loftslagsbreytingar og það er aðgerðir sem við erum að grípa til. Já. Nú virðast tvær grímur runnar upp hjá mönnum varðandi okkar skuldbindingar. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra, hefur skrifað mjög merkilega greinar þessar skuldbindingar okkar. Hvað sérðu fyrir þér í því? Þú talar hvernig Þýskaland sé að verja sína hagsmuni. Getur Ísland spyrnt við fótum og sagt við getum ekki unnið að kolefnishlutleysi eins og þjóðir sem eru mun meiri umhverfisóðar en við höfum verið hér síðustu áratugi? Að sjálfsögðu verðum við að gera það. Og ég hef kannski of margt þetta að segja. Fyrsta ræðan mín á fyrsta flokksþingi Miðflokksins 2017 snerist eingöngu umhverfis- og loftslagsmálin vegna þess að þessi málaflokkur er svo lýsandi fyrir víðari vanda í stjórnmálum, þessa yfirboðsmennsku og ákvarðanir sem eru teknar ekki út frá innihaldinu eða raunverulegum áhrifum heldur til að sýnast. Og í loftslags- og umhverfismálunum þá höfum við fallið í þá gryfju að vilja sýnast of mikið í stað þess einfaldlega að byggja á styrk okkar og minna á þann árangur sem við höfum náð. Og að, við munum halda áfram að vinna í því að verða umhverfisvænni, en leggjum ekki á okkur nýjar kvaðir fyrir en aðrar þjóðir hafa náð meiri árangri. Og þú sérð það hvað til dæmis Kína og Indland eru farin að hafa mikil áhrif á losunina sem eykst og eykst. Ég reiknaði það út, ekki alls fyrir löngu, að ef að öll kolefnislosun Íslands hyrfi, Ísland sikki í sæ, eða hvernig sem við myndum orða það, þá myndi bara aukningin í Kína, ekki losunin í Kína, heldur bara aukningin á 2 dögum og 9 klukkustundum vera búin að vinna upp alla losun Íslands. Og það svona setur hlutina kannski aðeins í samhengi, en einnig þessi fáránlega nálgun eins og þegar menn eru að tala fyrir því að loka jafnvel álverum til þess að draga úr losun Íslands. Hver er því afleiðingin af því álverum er lokað á Íslandi? Þau, eins og álver sem hafi verið lokað í Evrópu og í Kanada og Bandaríkjunum, myndi bara flytjast til Kína. Það sem að losunin er 9 eða 10 sinnum meiri. En þessar kvaðir sem að menn kvenka sér undan núna, Albert Jónsson hefur nefnt og fleiri, Morgunblaðið hefur fjallað í forystu greinum og öðru, byggja á Parísar samkomulaginu sem að er... Já, halda fram, já. Jú, og það samkomulag sem að er undirritað á sín tíma var í undirbúningi og í raun frágengið undir forystu eða á þeim tíma þegar þú ert í forystu ríkisstjórnar. Af hverju á árunum 2013 til 2016, 17, af hverju beittur þeir ekki fyrir því að við myndum losna þá undan þessum ósanngjarna klafa sem að þú hefur gert að umtalsefni? Já, þetta er eitt og annað að segja. En þannig er þetta að nefna aðra sögu af svona 3-4 go-to sögum sjálfstæðismanna til að reyna að kenna mér allar sínar eigin ófarir. Þetta eru góða sögur. Þeir viljast telja það, því að þó að þeir hafa verið leiðréttir ítrekkað, þá halda þeir bara áfram að segja hvað er rangt í þessu? Ég er að fara að segja þér það. Þetta er líklega allt frá Birni Bjarnasyni sem er svona einsmanns skrýmsladeild sjálfstæðisflokksins, þú manst eftir henni. En allavega. Deildir verða að hafa að minnsta kosti 2 þáttökur. Þið þekkið það í miðflokkum. Ísland undirritaði Parísarsáttmálann 2015
og hafði verið unnið á honum mörg ár þar á undan og ég mætti þannig til Parísar, hélt ekki einu sinni ræðu en mætti með þjóðarleiðtogum allra ríkja heims nokkurn veginn sem öll undirrituðu þennan sáttmála. Nema reyndar Íran sem að, ég veit ekki hvort þeir eru búin að undirrita ennþá en það dróst eitthvað hjá þeim. Þrátt fyrir þetta hef ég beðist afsökunar á því að hafi ekki verið gagnrýni á þennan sáttmála á sínum tíma, vegna þess að hann er ekki raunhæfur. En þetta segja okkur í raun og veru að fyrst að allar þjóðir nema Íran undirritaði þetta, að við höfum bara neyðst til þess. Af hverju sagðir þú ekki sem helsti forystumaður þjóðarinnar á þessum tíma búin að vinna stór sigra? Ég er að koma að því. Og það hefði verið skemmtilegt en það hefði Þú varst ekki með VG í stjórn, þú varst bara með Bjarna Benediktsson. Þú ert aftur komin í það að reyna að tala eins og ég hafi búið til Parísarsáttmálann, en allavega, leið mér að klára. Nei, ég segi að þið undirrituðu það. Ríkisstjórn Íslands. Já, sem var undir forystu hvers? Undir forystu minni og með dyggum stuðningi Sjálfstæðisflokksins sem að vildi fyrir alla muni að Ísland gerði sitt í þessu. En allavega, aðalatriðið með Parísarsáttmálann sem að eins og ég segi, allar þjóðir undirrituðu og það hefði verið svolítið sérstakt að Ísland hefði skorið sig eitt úr, hugsanlega með Íran. Aðalatriðið með Parísarsáttmálann var að þetta voru viðmið. Það var ódýrt fyrir okkur að samþykkja viðmið. Þetta voru ekki skuldbindingar. Parísarsáttmálinn eru viðmið hugsanleg markmið sem var talið á þeim tíma mikilvægt til þess að reyna að draga Kínverja og Indverja og aðra inn í þetta, þessar stóru vaxandi þjóðir sem eru að losa sem mest og útgjalda lítið fyrir okkur að taka þátt í sáttmála viðmið. Vandinn kemur síðan í framhaldinu þegar að menn fara að bæta ofan á þetta og búa til kvaðir og meira sé að ganga svo langt eins og ríkisstjórn. Hvar verða þar kvaðir til? Þær verða til á Alþingi, þær verða til í ráðuneytunum. Þannig að þetta er innanlandsvandi. Já, þetta er fyrst og fremst innanlandsvandi. Þurfum við þá ekki að breyta alþjóðlegum skuldbindingum okkar til þess að losna undan þessum, hvernig getum við gert þetta einhliða? Það er búið að bæta við alþjóðlegum skuldbindingum. Sko, ég gerði nú miklar athugasemdir við þá síðasta kjörtímabili þegar þessi ríkisstjórn var farin að elta loftslagsstefnu Evrópusambandsins og fyrst þrætti forsætisráðherrann fyrir það og var hálfs ár að ég var að saka þetta, svo reyndar fyrir og eftir státaðu sig af því að ekki aðeins vera elta Evrópusambandið, heldur að toppa það í sínum kvöðum og skuldbindingum. Og Alþingi, meiri hluti þess, gekk meira þess að svo langt að lögfesta markmið í loftslagsmálum, sem er fullkomlega galið. Það er eins og að lögfesta að Ísland eigi að verða orðið Evrópumeistari í fótbolta fyrir árið 2040 eða eitthvað slíkt. Bara gengur ekki upp. En þetta var leitt í lög og það mun meðal annars verða til þess væntanlega, eins og séð dæmum í öðrum löndum sem hafa gert þetta, að einhverjir aktivistar koma og kæra eins og svissnesku konurnar sem var of heitt síðasta sumar og kærðu svissnesk stjórnvöld fyrir að hafa ekki gert nógu mikið í loftslagsmálum. Prjónaklúbburinn. Já, prjónaklúbburinn í Sviss. Menn verða að gera sér grein fyrir aðgreiningunni á því að lýsa við einhverjum markmiðum þar sem Ísland náttúrulega er þegar búið að ná meiri árangri en nokkurt annað ríki, eða það að fara síðan í framhaldinu að nota eins og Parísarsáttmálann og stefnu Evrópusambandsins sem ekki bara afsökun fyrir því að innleiða hér nýjar kvaðir, heldur sem hvata til þess að ganga lengra en allir aðrir. En ef ég skil þér rétt, þú studdir þá viðmið í París sem þú hafðir ekki áhuga á að standa við. Ég studdi viðmið sem að ég hafði kannski einhverja efasemdir á sínum tíma væri raunhæft að ná, en taldi þó mikilvægt að fyrst að væri búin á öllum löndum heims saman að reyna að hvetja þá allavega Kínverjana og Indverjana til þess að gera eitthvað í sínum málum. En eftir það, fyrir mörgum mánuðum síðan, þá lýsti ég því að á sínum tíma hefði maður líklega átt að vera gagnrýnni á þetta. Ég er ekki að segja að Íslendingar hefði átt að vera einir í því að greiða atkvæði gegn Parísarsáttmálanum. Það hefði átt verulegar afleiðingar fyrir samskipti okkar við önnur lönd og allt það, en það var ódýrt að vera með af því að þetta voru viðmið. En samt tók ég fram og baðst afsökunar því að hafa ekki verið grimmari í því að útskýra
þetta gengur ekki alveg upp, þetta mun ekki virka. Talandi hörku, þið hafið í Miðflokknum líka verið mjög einarðir í umræðunni innflytjendamál og flóttamannamál og þann vanda sem við höfum staðið frammi fyrir þar. Já. Jón Gunnarsson var hér áðan að ræða við okkur og benda á það að við erum búin að brottvísa yfir 1000 manns frá landinu í ár. Umsóknir alþjóðlega vernd hafa minnkað mjög drastískt. Er þingið búið að ná tökum á landamærum Íslands? Nei, langt í frá. Jú, það við dregið úr umsóknum aðalega vegna þess að fyrst og fremst vegna þess að Útlendingastofnun eða kærunefndin sá að sér, myndi ég segja, varðandi það að opna bara landið fyrir öllum sem vildu koma frá Venezuela. Þannig að það hefur nú mest áhrif. En það getur auðvitað breyst hvenær sem því að á meðan að útlendingalögunum ekki breytt, þá getur stofnunin eða nefndin tekið upp á því til dæmis að segja ástandið í Bangladesh þannig að allir sem koma þaðan eiga að fá hæli á Íslandi. Það bara tímabundin lausn sem að stafaði af ákvörðun innan þessara stofnunar. En svo það hitt að fjöldinn sem að hingað að koma ennþá slíkur að við ráðum ekkert við það og það ekki hvað síst fólk frá löndum sem að stundum hefur átt erfiðara með að aðlagast samfélagunum sem það kemur til. Þannig að við vorum kannski á 10 metra dýpi í fyrra, en við erum ennþá á 5 metra dýpi og við þurfum að fara að koma upp til anda því að það ekkert mikil tími til að ná andanum. Hvað þér áður? Hvað getum við tekið á móti mörgum hér á ári hverju? Frá 1995 til 2019, út frá, bara var litið til kvóta flóttamanna sem voru eiginlega einu flóttamenninni sem hingað komu lengst af. Þar til að nýju útlendingalögin voru sett. Þá vorum við að taka á móti 24 einstaklingum að meðaltali á ári. Og það var bara nokkuð góð sátt það og við lögðum metnaði að taka vel á móti því fólki sem við býðum til landsins, veita því mikla þjónustu, húsnæði, styrki, heilbrigðisþjónustu, menntun og allt þetta. Og svo breytist það, þannig að það fór að koma hérna þúsundir á hverju ári, sem áður var 24 meðaltali, núna 1000. Og á sama tíma breyta stjórnvöld, þessi ríkisstjórn, lögunum með svokallaðri samræmdri móttöku sem átti að tryggja það að allir sem kæmu hingað og fengju landvistarleyfi, hæli eða landvistarleyfi, ættu rétt á sömu greiðslum og þjónustu eins og þessi 24 á ári. Og þetta ráðum við ekki við, þetta ræður samfélagið ekki við, því að þetta hefur áhrif á allt, heilbrigðiskerfið, húsnæðismarkaðinn augljóslega og menntakerfið og svo framvegis. Ég meina, við höfum ekkert efni á því á Íslandi að kenna í grunnskólum á 100 tungumálum. Í Bandaríkjunum getur kannski í grunnskóla farið fram á læra á ensku aðalega en kannski spænsku. Þeir eru ekki að bjóða upp á fyrir alla kennslu á 100 tungumálum. Þess að við ráðum ekki við þetta. Við þurfum að ná stjórn á þessu og við þurfum að nýta það fjármagn og þau tækifæri sem við höfum til þess að hjálpa sem flestum þeirra sem í mestri neyð. Og það gerum við ekki með því að fá sem flesta hingað, það gerum við með því að aðstoða á nærsvæðunum. 24, það tala sem að þú myndir miða við? Virkaði ágætlega á sínum tíma en það þyrfti að fylgja aukinn stuðningur við fólkið þar sem það nýtist 10 til 100 sinnum betur heldur en hér eftir því við hversu mikla þjónustu þú miðar. En það ber öllum saman það að styrkir á nærsvæðunum og ég fór til Líbanon hann 2015 og skoðaði þetta allt og hitti allar þessar stofnanir. Stuðningur á nærsvæðunum hjálpar margfalt fleirum heldur en við beinum fólkin í hættuför og látum það kaupa fyrir 10.000 evrur smygl ferð til Evrópu. Ef þú hefðir verið forsætisráðherra á mánudaginn og hefðir fengið þetta símtal frá formanni VG, hvernig hefði verið leyst úr því mál? Hefur þú kallað dómsmálaráðherrann út og látið stöðva lögregluaðgerðina? Nei, ég treysti mig til að fullyrða að ég hefði ekki gert það. Hvað hefðirðu sagt við Guðmundinga? Ég hefði líklega verið kurteis, þrátt fyrir að vera vakinn miðja nótt með svona erindi. En ég hefði sagt að þetta mál búið að fara í gegnum allt ferlið og það hefur aftur tvisvar komið niðurstaða í málið. Nú þetta bara orðið seint. Framkvæmdin hafin
Það var búið að bjóða greiðslur og stuðning og það var búið að ræða við yfirvöld á Spáni sem að höfðu tryggt það að veittir því næg heilbrigðisþjónusta og það er verið að senda barnið til Barcelona þar sem að sérstakt barnasjúkrahús sem hugsanlega það fremsta í heimi í að fást við þennan sjúkdóm. Við þekkjum þetta úr úrskurðinum. Og svo hefði boðið aftur góða nótt. En ef hann hefði hótað stjórnarslitum? Menn geta ekki lifað undir stöðugri ógn að ef ekki verði látið undan, þá ég bara hættur með þér. Þá er ég farinn. En ef ekki Bjarni Ben að sanna það að það er hægt að lifa við slíkar aðstæður? Jó, en ekki, ég meina, þú sér það afraksturinn af slíku ástandi. Þannig að á einhverjum tímapunkti þarf að segja þetta gott. Hvaða afleiðingar hefur þetta mál núna í kjölfarið? Það hefur augljóslega haft þær afleiðingar að spennan innan ríkisstjórnarinnar og svona illindin, ef það er ekki of djúpt í árinu tekið, hafa líklega aldrei verið meiri. En fyrst og fremst hefur þær afleiðingar að menn geta gefið sér að næsta svona máli bara handan við hornið. Bjarni Benediktsson sagði, þetta er ekki fordæmi. Okay. Kannski er hægt að færa rök fyrir þetta sé ekki lagalegt fordæmi, en þetta verður notað sem fordæmi í öllum svona málum sem uppkoma í framhaldinu. Og menn mun allir vilja málið sitt rætt á ríkisstjórnarfundi ef að niðurstaðan er mönnum ekki að skapi. Fyrir utan auðvitað öll hin málin, orkumálin og allt þetta sem að býður. Og svo leiðis að með þessu er staða Sjálfstæðisflokksins gagnvart VG bara búin að veikjast og þeir eru komin með meira blóðbragð en áður, Vinstri grænir, og þegar búið að kjósa Svandísi Svavarsdóttur sem formann núna í október, þá mun hún fara í það að pína Sjálfstæðisflokkinn jafnt og þétt meira og sjá hvað þeir láta bjóða sér og þeir munu láta bjóða sér býsna mikið fram að landsfundinum sínum eða að minnsta kosti fram yfir áramót. Hvenær verður kosið? Ég held að verður kosið í vor, í líklega maí, myndi ég held að. Verður það formaður Sjálfstæðisflokksins sem að tilkynni það? Já, það verður náttúrulega eðlilegt. Ég ímynda mér að hann sæi sér hag í því að tilkynna tímanlega kosningar næsta vor, af því það er engin niðurlæging í því. Það er hægt að halda það fram að það við lengi staði til að færa kosningarnar aftur yfir á réttan tíma, yfir á vorið, og hann gæti þá bara sagt, lengi staði til, við erum búin að vinna hérna heilmikla vinnu og gera þetta og nú tel ég bara tímabært að eyða óvissum kjördag og eyða óvissum ef hann ætlar að hætta stöðu mína sem formaður Sjálfstæðisflokksins og gefa þá einhverjum frambíðandum tækifæri þarna í einhver tíma til að undirbúa sig og ef hann ætlar að halda áfram þá, já ég er nú ekkert viss hann ætlar að halda áfram, með hvernig hann talar það að hann sé að velta þessu fyrir sér þegar stjórnmálamenn byrja að tala þannig þá ætlar þeir yfirleitt ekki að halda áfram. Ætlar þú að halda áfram? Ég ætla að halda áfram, já. Er það örugt? Já. 100%. En þið eru að mælast með 14-15% fylgi, jafnvel meira. Þið eru farið með heiminskautum eins og ég nefndi hérna í inngangi. Þið eru 2 þingmenn Miðflokksins, þú og Bergþór Ólason. Kjósendur sem eru að greiða ykkur atkvæði sitt og eru í 15% stuðningsmannaliði eru að kjósa miklu fleiri þingmenn og þing, en fólk veit ekkert hvað er í pakkanum. Hvenær getur þú sem formaður Miðflokksins sýnt á spilin með það hvaða förunautar hingsins á næsta kjörtímabili? Já, rittarar hringborðsins. Þeir voru 12, hugsanlega verður þeir fleiri, en það eru tölur sem þú myndir vera ánægð með? Já, það væri flott, en enda skemmtilega að hafa fleiri. En sjáum til með það, auðvitað sveiflast þessar kannanir og svona, en varðandi skipan á lista, þá gerist það bara þegar menn sjá til lands með hvenær kosningar verða. Verða prókjör hjá okkur? Þá eftir að taka ákvörðun aðferðir við val á lista, en það eru ólíkir möguleikar í boði hvað það varðar. Hvað segja flokksreglur það? Ræður þú þessu bara? Nei,
eins og sko síðast þá var áhersla á það hjá okkur að hvert kjördæmi fyrir sig bara leysti þetta með sínum hætti, lýðræðislega. Og þá var valið á lista með ólíkum aðferðum eftir kjördæmum og þetta alltaf auðvitað erfiðu tími þegar verður að velja lista. Þetta persónulegt? Mjög, já, getur verið mjög persónulegt og mér alltaf fundist þetta leiðilegast í pólitík, svona röðun á lista og svona innbyrðis slagur manna sem þó kannski nauðsynlegur í pólitík. En hvað verður ofan á, skal ég ekki segja, en í öllu falli þá getur sagt að þegar að því kemur að fá fólk á lista, þá verður engin skortur á frambjóðendum. Og ég held að það sé rétti tíminn þegar að menn svona sjá til lands með hvenær kosningar verða, af því að þú getur ekki beðið fólk sem að í vinnu einhvers staðar að gefa sig upp og byrja í kosningaslag þegar menn viti ekki hvort kosningarnar verði eftir nokkrar vikur eða eftir ár. Þetta verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessu. Já, nú örugglega eftir að kalla hér í settið áður en kemur á kosningum, nema að það verði bara eftir 3 eða 4 vikur, maður veit ekkert hvað gerist hér á þessu landi í þessu ástandi. En við getum eiginlega ekki klárað þetta samtal okkar hér fara aðeins ofan í rúgbípeysur sem að við gafum sér báðir og væntanlega einhverjir hafa verið að velta fyrir sér hvernig standa á þeim ósköpum. Þú sást á mér. Já, ég bara hef mikla samúð með þér, af því að ég þekki þessar tilfinningar sem bærast í þér núna eftir þessar árásir sem þú eru orðið fyrir vegna klæðaburðar. Ómaklegar. Mjög ómaklegar. Og ég hef gengið í gegnum svipað áður. Ég kynntist rúbípeysum þegar ég var svona 16 og 17 ára og áttaði með því að þetta er fullkomni klæðnaður fyrir karlmenn. Þetta er í senn flott og praktískt. Þetta er í senn fínt og hversdagslegt á við mörg tækifæri. Áður hafði ég yfirleitt bara gengið í skyrtu og strauðum buxum eða joggingfötum. Það var bara þetta tvennt. Þarna kom þinn fullkomni svona flotti milli klæðnaður. Meðalvegurinn góður. Meðalvegurinn, já. Og ég taldi mig verið að spila gott mót strax frá upphafi og til dæmis fór að nota saman rúbípeysur og tvítjakka sem mér fannst mjög flott. Ég átti eina peysu sem var uppáhalds frá upphafi. Hún var með svona langgröndum, dökkrauðum og dökkrænum og svo aðeins svona á milli. Og þetta fór rosalega vel með tvítjakka. Einhvern tímann var ég þessu í Hamborg með foreldrum mínum, 16 ára líklega. Og eftir matinn þá röltum við þannig með einhver hverfi sem ég kannast nú ekki við og þá kallaði hann mig kona. Mjög svona vinsamleg en fáklædd kona og vildi ræða mig hvað ég væri flottur. Og útskýrði það, hún hefði bara aldrei séð annað eins, og bauðst svo til þess að gera hvað sem er fyrir 50 mörg. Og meðan stóðu foreldrar mínir á næsta horni og hlóðu að mér. En þessi góða rúbípeysa, hún fórst eða skemmtist í remúlaðaslýsi í Kaupmannahöfn skömmu síðar, en ég á þær margar. Meðan annars þessa hér. Meðan annars þessa. Þetta er Oxford háskóli. Já, þetta er rúbílið Oxford, 2002 til 2003, tímabilið og kannski einhver ár þar í kring. Því þegar ég fór þarna út og hóf nám, þá ákvaði ég að ganga til liðs við rúbíliðið og á þeim tíma var ég grennri en ég er núna, en samt með smá svona vöðva og hávaxinn og var talin henta vel í þetta. Þessa íþróttagrein og var með miklar væntingar. En svo áttaði maður því að maður þurfti yfirleitt að vakna klukkan 5 á morgnana til að mæta á æfingu klukkan 6 fyrir skólan. Og þá sagði ég, þetta er ekki fyrir mig. Þú er ekki náð neinum svefni. Nei, þetta er sá tími sem ég fer stundum í hátinn. Og þannig ég sagði, í staðinn þá verði ég bara tryggur stuðningsmaður ykkar og hef verið það síðan. Og átt frá þeim þessar fínu tveir. Já, þessa og fleiri. Og hún hefur nýst ágætlega, en nú verð ég að segja þér eitt, af því ég held að ég sé aðeins eldri en þú. Það munar talsverðu. Þú verður að gera þig grein fyrir því að konur sjá hlutin ekki alltaf í sama ljósi og við. Þetta er svolítið skrítið, en þegar ég var að eltast við konuna mína, sem síðar varð,
þá fann ég allar bestu rúbípeysuna mínar og mætti á hvert deiti af öðru í rúbípeysum. Komst bara að því síðar að henni hefði ekki fundist þetta eins flott. Henni fannst þetta eins og stelpunum sem réðust á þig. Bara hallærislegt. Og ef að ekki hefði verið fyrir farsíma sem þá voru komin til sögunar og SMS og möguleikin á að eiga samskipti á þess að hittast, þá ekkert þessum þetta hefði gengið. En ég samt sammálaður, ég hverf ekkert frá stuðningi við rúbípeysunar, því að við verðum að standa við það sem við trúum að sé rétt. Þú ert glæsilegur í þinni þverrandóttu, ég kemst reyndar ekki upp með þverrandótt. Það ekki? Nei, ekki núna. Betra að vera í langsum? Já, það er nú yfirleitt betra eða einlít. Þú ert ekki sem vestur sjálfur, sko? Ná, þakka þér fyrir. Og þetta eru bara skilabóð til samfélagi. Þetta eru treyjur sem karlmenn eiga að klæðast og gera það af reisn. Og sína smá samstöðu með þér og mér og öðrum sem að hafa mætt fordómum vegna klæðaburðar fyrir það að hafa klætt sig í þessa flottu og praktísku flík. En sko, þrátt fyrir að þú hefur nú verið með almenn leiðindi við mig hérna eins og þinnir háttur í þessum þáttum. Alls ekki nóg. Þá ætla ég að færa þér gjöf. Nú? Ég er nú safnari. Já, ég þekki nokkra slíka. Eins og safnarar, þá almennt gef ég ekki mín dýrustu djásn. En af því ég finn svo til með þér eftir þessar árásir, þá ætla ég að gera undantekningu þar á og kveðja hér mikinn kostagrip sem að er landsliðstreyja Englands frá því þeir urðu heimsmeistarar í rúbí í fyrsta skipti árið 2003. Ég ætla að afhenda þér þetta svona til að, já, sýna þér stuðning. Þetta er svakaleg treyja. Þú getur auglýst súrefni í leiðinni eða ef þú vilt þá getur þú sett sé og þá er það koltvísýringurinn. Gjörðu svo vel. Ég kveði nú, en hún fer á gott heimili. Þessi verður borin með mikilli reisn í Garðabænum. Þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna og kannski sem betur fer. En ég hlakka til að sjá okkur í næstu viku með glóandi þátt íslenska pólitík og íslenskt samfélag. Sjáumst þá.